Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. desember er 4. og síðasti sunnudagurinn í aðventu. Þema dagsins er fagnaðarhátíðin færist nær. Í lexíunni skrifar Jesaja hversu dásamlegt það verður þegar Guð er sestur að völdum í Jerúsalem. Í pistlinu skrifar Páll, verið glöð í drottni. Og í Guðspjallinu sagði Jóhannes skírari við fræðimenn gyðinga, mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, þema dagsins er fæðingarhátíðin færist nær. Við sem upplifum ófrið heimsins í dag, finnum hvað Jesaja hefur hlýnað hjartaræturnar þegar hann skrifaði texta lexíunnar í dag. Hversu yndislegir eru á fjöllunum fætur fagnaðarboðans sem friðinn kunngerir, gleði tíðindin flytur, hjálpræðið boðar og segir við Síón, Guð þinn er sestur að völdum. Við sjáum fyrir okkur berfættan mann hlaupa fagnandi niður á fjalli Guðs til að láta alla vita að nú muni ríkja friður. Friður, ekki stundarfriður, heldur varanlegur friður. Því Guð hefur stofnsett ríki sitt. Hann er sestur að völdum í hinni nýju Jerúsalem. Þá þarf ekki lengur varðmenn og óþarfi að læsa hliðum. Því friði Guðs fylgir fullkomið traust milli manna. Friður, fagnaðaróp og fagnaðarsöngur mun fylla loftið. Og við sjáum að þetta er framtíðarspá þegar Jesaja segir að allir munu sjá með eigin augum Drottinn hverfa aftur til Jerúsalem. Já, Guð var þar, en hann mun hverfa aftur til Jerúsalem. Guð fór úr musterinu í Jerúsalem þegar Jesús dó á krossinum og fortjaldið í musterinu rifnaði í tvennt upp úr og niður. En þó Guð færi til himna, þá hafði hann ekki gefist upp á mönnunum, heldur tók hjálpræði hans við, náð fyrir trú. Jesaja skrifar fögnuðinn sem mun fylgja því að lifa í friðaríki Guðs. Líkt og þegar Ísraelsmenn fóru úr útlegðinni yfir fjöllin aftur til Jerúsalem, þá munu hinum frelsuðu Drottins verða safnað saman í himins borg. Þá hefur Drottinn afhjúpað heilagan armlegg sinn í augsýn allra þjóða og allt til endamerka jarðar munu menn sjá hjálpræði Guðs vors. Skrifar Jesaja. Armleggur Guðs táknar hinn mikla mátt sem Guð hefur. Í hvíldardagsboðorðinu minnir Guð þjóðina á mátt sinn með vísun í arm sinn. Ég er Guð þinn sem leiddi þig frá Egyptalandi með sterkri hendi og útréttum armi. Í sköpunarsögunni talaði Guð og það varð. Nema þegar hann mótaði manninn, þá notaði hann hendurnar. Og þegar Guð lýsir mætti sínum, vísar hann í hendi sína eða armlegg. Spádómar spámannanna voru ekki þeirra eigin útlistanir, heldur orð frá Guði. Þegar Jesaja spáði fyrir fæðingu Jesú skrifaði hann, hver trúði því sem oss var boðað og hverjum opinberaðist armleggur Drottins. Með fæðingu Jesú sýndi Guð mátt sinn. Hann einn gat fellt úr gildi sáttmálan sem hann gerði við Ísraelsmenn. Hann einn gat boðað nýjan,
sáttmála náðar fyrir trú. Hlutverk fræðimannanna þá var að fræða fólkið verk Guðs og spádómana sem spámennirnir höfðu ritað í gegnum tíðina. Menn vissu að það var von á Messíasi, hinum smurða, en konungar voru smurðir til þjónustu. Þess vegna sendu ráðamenn í Jerúsalem presta og levíta til að spurja Jóhannes skírara hver hann væri. Hann svaraði að hann væri ekki Kristur, en ekki heldur spámaðurinn Elía. Þeir vildu fá ákveðið svar frá Jóhannesi sem svaraði þeim: Ég er sá sem Jesaja spámaður talar um. Ég er rödd hrópanda í eyðimörk, segir, gerið beinan veg Drottins. Ekki nægði þeim að fá þetta svar og sendir voru menn af flokki farisea. Þeir spurðu Jóhannes: Hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía né spámaðurinn? Og Jóhannes svaraði: Ég skýri með vatni, mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig. Hann mun skýra ykkur með heilögum anda. Hugtakið skírn er notað í Biblíunni í sambandi við hreinsun eða þvott og hinn upphaflega niðurdýfingaskírn táknaði hreinsun eða endi hins gamla og upphaf hins nýja. Í merkingunni felst að gömlu og nýju er ekki blandað saman. Hlutverk prestakirkjunnar nú, eins og spámannanna áður, er enn sú sama, að boða Krist og náð Guðs fyrir trúna á son hans Jesú. Jóhannes sagði að Jesús myndi skýra með heilögum anda. Kraftaverkið þegar heilagur andi settist að sem eldtungur á alla viðstadda í kirkjunni gerðist á hvítasunnudag. En áður hafði Jesús birst lærisveinunum til að styrkja trú þeirra og gefið þeim heilagan anda með því að anda á þá. Skírn með heilögum anda er fullvissa trúarinnar sem fær þig til að elska Drottinn Guð af öllu hjarta, allri sálu, öllum huga og öllum mætti þínum. Skírnin merkir okkur Guði. Fyrir trú erum við merkt innsigli heilags anda og endurleist Guði til eignar. Trúin er meira en von að Guð sé til. Hún er fullvissa að Guð sé til, eins og segir í Hebreabréfinu. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fullvissa og sannfæring hrekja burtu efasemdir, gerir okkur staðföst, trú, einlæg og þakklát gagnvart Guði. Við lútum mætti hans og mikilleik og treystum á handleiðslu hans og forsjón í öllu. Kristnir menn eiga síðan sitt samfélag í kirkjunni. Við höldum okkar hátíðir líkt og önnur trúarbrögð til að minna okkur á stóra atburði liðinna alda. Og nú er aðventan sem segir okkur að fagnaðarhátíðin færist nær. Hátíð ljóss og friðar, kærleika og samverustunda. Hér áður voru jólin heilagir dagar, en tímarnir breytast og mennirnir með. Eða réttara sagt, við mennirnir breytum tímanum. Í fjölbreytileika nútímans hefur slaknað á helgi jólanna, oft vegna anna fyrir jólin og þreytu á hátíðinni sjálfri. En líka vegna þess að samfélagið hefur breyst. Velmegunin sem við njótum gerir það að verkum að nú er orðinn lítill munur á hversdags og spari, frídegi og helgidegi, hvort sem það er í fatnaði eða mat.
Þegar ég stundaði ættfræðina las ég einu sinni fátæk hjón sem áttu 2 drengi á sitthvoru árinu. En þau áttu bara 1 föt á þá. Svo þeir notuðu fötin til skiptis, fóru á fætur annað hvern dag. Síðan mér sérstaklega minnistætt þegar ég var í kringum 10 ára og ég hitti á laugardegi stelpu í næsta húsi og ég spurði hana, af hverju ertu svona fín í dag? Og hún svaraði, mamma að þvo öll fötin mín. Á þessum árum áttum við krakkarnir aðeins hversdagsföt til skiptana og 1 spariföt. Vissulega mátti þetta breytast en í velmegun nútímans búum við ofgnótt. Ég hef oft sagt ykkur að Guð hefur ekkert á móti auði. Hann hefur í gegnum tíðina blessað menn með auði því auður auðveldar okkur lífið. Og í ríki hans lofar hann okkur lífi í fullri gnægð þar sem ekkert mun skorta. Það eina sem Guð biður að hann fái áfram að vera í fyrsta sæti hjá okkur, að auðurinn taki ekki allan hug okkar og við gleymum honum eða teljum að við þurfum ekki lengur á honum að halda. Guð vill fá að búa í hjörtum okkar og hann vill að við þjónum honum af öllu hjarta, en ekki með augnaþjónustu eins og Páll skrifar í Kólossubréfinu. Þjónustu sem ekki veitt af heilum hug eða af kærleika til Guðs. Og hluti af þessari þjónustu að gefa Guði tíma. Í annríki nútímans svo magnað þegar við uppgötvum að við töpum engu þó við hægjum á okkur og gefum okkur tíma til að njóta stundar sem við héldum að við hefðum ekki tíma fyrir. Í þessum aðstæðum eins og Guð gefi okkur tíma, gefi okkur lausnir, endurmat og frið. Heilræði Davíðs konungs því sígild. Einbeitið ykkur að því að leita drottins, Guðs ykkar. Já, þema dagsins fagnaðarhátíðin færist nær, hátíð ljóss og friðar. En hátíðin ekki söm ef gleðina vantar. Í pistlinu skrifar Páll, verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Ljúflyndi sýnum við ekki aðeins með gjöfum til hvers annars heldur einnig með kærleika. Drottinn í nánd og á jólum endurnýjast sagan þegar Jesús fæddist. Og Páll heldur áfram að hughreysta okkur, verið ekki hugsjúk neitt heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Okkur tamt að vilja sýna allt með verkum, en Guð vill aðeins að við virðum hann og sýnum honum lotningu í hjartanu. Hann vill að við séum skírð með heilugum anda. Þegar við höfum áttað okkur á þessu, segir Páll, að friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, muni varðveita hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Jesaja skrifaði fagurt fótatak friðarboðans, þess sem færir okkur góðu fréttirnar ríki Guðs. Þessi friðarboði Jesús, gjöfin sem Guð gaf okkur á jólunum og ástæða þess að við höldum jól. Já, fagnaðarhátíðin, fæðingarhátíð frelsarans færist nær. Og ég á sömu ósk og Páll, að friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Jesú Kristi. Gefum okkur þá gjöf að eiga tíma með Guði. Varðveitum gleðina, frið Guðs og tilhlökkunina fyrir komu frelsarans í hjartanu. Drottinn í nánd.
Guð gefi þér gleði og friðar jól. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.